Óskar, stig í Hafnarfirðinum eftir svona frekar líflegan leik, svona hvernig metur þetta? Ég met þetta bara sem gott stig. Þú veist, þú veist, auðvitað, þetta er kannski eitthvað svona smá biturleik í manni yfir því að vera einum fleiri í 35 mínútur og ná ekki að knýja frá sigur, en svo verður maður líka bara að vera sanngjarn og segja að það var erfitt að brjóta niður lágblokkina hjá FH og þeir framkvæmdu hana vel, vörðust vel, hentu sér fyrir alla bolta og gerðu það bara mjög vel og þú veist, stundum er það bara þannig að mér fannst við oft svona síðasta snertingin, síðasta skrefi, kannski ekki alveg nógu kraftmikið sem hefði getað komið okkur í góða stöður, mér finnst það kannski vanta en þú veist, þú fær mikið til að vera brjálaðin yfir því að vera með 3 stig eftir þessa byrjun okkar með andstæðingar sem við spila við og útivellina sem við farið á þá myndi ég segja að uppskeran er góð, við erum búin að eiga marga frábæra kafla og við erum búin að þurfa að breyta liðinu dálítið á milli leikja sem hefur svona verið ákveðin áskorun og þannig að ég er bara, þú veist, ég er geggjaður, ég er alltaf geggjaður alla daga og einu sinni var ég alltaf áhyggjufullur, gekk úr bæinn með áhyggjur af öllu, engu og öllu. Núna er eins og bara lífið yndislegt og ég get ekki látið þennan leik eða úrslitin í honum hafa áhrif á það. Þú veist, við sjáum það samt að það er fullt af hlutum sem við getum bætt og fullt af hlutum sem við þurfum að bæta. En við erum líka að fara að fá vonandi inn sterka menn og þannig að ég held að það er fullt sem okkur mun vaksa ásmiðin eftir sem að líða tekur á þetta mót. Og svo heilt ég kannski myndi ánægð með byrjunum á þessu móti? Já, ég myndi segja það. Ef þú hefði sagt við mig, þú veist, ég hefði kannski ekki verið sáttur við 1 sigur og 2 töp, en ef þú hefði sagt við mig hvernig þessi leikir hafa þróast, hvernig spilamennskan hefur verið, þú veist, við förum hérna á völl sem er mjög krefjandi, það er alveg ljóst að undirlagið er krefjandi, en mér fannst þið samt, þora að halda í boltan, mér fannst þið samt sýna það að þegar FH steig upp á okkur, þá gætum við spila fram hjá þeim og sem gerði það verkum að þeir fóru, að þeir hægðu á því og það fannst mér að vera styrkleikamerki, þú veist, það hefði verið auðvelt að fara, þú veist, að reyna bara að sparka boltanum fram og reyna að vinna annan bolta, þú veist, þess að vera ekki að tapa boltanum og taka ekki óþar á þetta, en mér fannst við gera það vel, svo bara líðum við fyrir, þú veist, ekki nógu góðar ákvarðanir á síðasta þriðjung og svona, þú veist, bara kannski aðeins meiri, veit ekki hvort það skarpheit, það er mjög ljótt íslenskt orð, en svona meiri skerp, menn geta verið skarpari og svona snarpari inn í teignum. Það var svona, ég kannski ætti að segja eitthvað, þú veist, að sakna þess helst og svo auðvitað náttúrulega, þú veist, eru þeir, þú veist, við erum með lítið lið, þeir eru með risastórt lið, þeir fá mikið á hornspyrnum, fá svo aukaspyrnur og ég get ekki allast þess að litlu mennirnir mínir geti dekkað þessa stóru menn í 10 hornum, þannig að þú veist, við þurfum að vera eilítið klókari í því að verjast þeim þannig að við fáum færi horn á okkur og brjótum ekki heimskulega af okkur á stöðum sem að gefa þeim færi á að stilla upp í hættulega föstu leikatri, þú veist, og þeir eru virkilega góðir þar. Og það er bara svona kosta leikinu þessi 2 föstu leikatri? Já, þú veist, þeir skora mörkin þannig og klárt mál, fengu þetta kannski einhver færi í viðbót en auðvitað er það dýrkeypt, en lærdómurinn af því er, þú veist, ekki leið og þú færð að þið gefa mörg horn, leið og þú færð að brjóta þér heimskulega á stöðum þar sem menn geta sent inn í, þá ertu að spila leikinn á forsendum andstæðinganna, í þessu tilfelli FH, lið sem er hávaxið og með góða spyrnumenn og það er ávísun á að á endanum gefur eitthvað eftir, þannig að reynum að fá okkur færi hóspyrnur, ekki brjóta heimskulega af okkur og þá verðum við góðir á næsta grasleik sem er einhvern tímann í júlí held ég. Svona kannski hápunktur leiksins eða seinni hálfleiksins sérstaklega rauða spjaldið hans Björn Daniels, hvernig sást þú það? Ég sá það bara ekki, þú veist, en mér fannst einhvern veginn enginn vera kvart yfir því, þannig að ég bara, mér var Sigurður Hjörtur dæmanlega leik frábærlega, þetta er bara öllu líkindum einhver bestandi leikur sem ég hef orðið vitni að á
síðan ég byrjaði að þjálfa í Efstild og hann leiði mikið en var samkvæmur sjálfum sér og bara hann getur gengið virkilega stoltur frá þessu leik.